Sæl og vertu velkomin í hitt æfingu dagsins. Í dag erum við að vinna með 45 sek og við ætlum að hvíla í 15. Við erum með 8 ólíkar æfingar og ég ætla að gera þær með þér og þegar við erum búnar, tekur 1 mínútu hvíld, svo keyrirðu annan hring. Ég ætla að sýna þér æfingarnar áður en við byrjum. Ég ætla að nota lóð, 2 stykki. Þið getið sjálfsög nota ketilbjöllur eða hvað sem hentar ykkur. Hérna ætlum við að opna axlirnar, opna bringuna, setjum lóðin hér, finnum okkur góðan hnébeygju, þið ráðið hvort þið séu aðeins breiðara bil eða með bili aðeins nær, eins og ykkur hentar. Svo komum við niður í hnébeyguna, eins djúpt og við getum og hérna ætlum við að pressa upp og svo endur tökum við. Þetta eru 45 sekundur, við ætlum að vinna, fyrir eftir hversu þungt erum við. Ef við erum með þunglóð, þá erum við að vinna hægar, og pössum okkur að vera með góða stöðu, fókus á meiri svona, detail. Og ef þið eru með léttari lóð, þá ætlum við meira að vinna svolítið með hraðan, af því það er ekki hættulegt. Það er auðveldara. Og svo ætlum við að gera standandi crunch, þannig ég hér, svo ætlum ég að koma hér og reyna að snerta með olnboga í hné. Svo ætlum við að gera planka í 90, þannig hérna erum við að ná svolítið kardíónu upp. Við erum hér í planka. Spenna maga, svo ætlum ég að hoppa og koma upp í 90 gráðurnar hérna, beint bak, opna bringu, setja aftur hendur í gólf, passi alltaf að spenna magan hér og hoppa. Ef það er of mikið að hoppa, þá lappið þið 1 og komið upp og svo aftur niður. Aftur þetta eru 45 sekundur, þannig að við megum alveg fara aðeins hægar og svo getið þið líka gert hægt í fyrsta hring og í næsta hring farið meiri að keyra upp púlsinn. Svo ætlum við að halda bara planka, olnboga, getur verið hér, þið ráðið. Ef þið eru hér, þá eru þið aðeins að vinna með að opna bringunleiðinni. Hérna eru þið meira að loka, en það er auðveldara að hafa þessa smá kreppu hérna uppi sem við viljum oft hafa til að halda öllu beinu. Það má alltaf gera planka frá hnjánum, bara svo vitið af því. Svo ætlum við að labba í björninn og tappa hnén. Ef þetta er mikið, lappið bara í planka og farið svo aftur upp. Ég ætla að sýna ykkur labba í björninn. Ég kem niður, labba hér og passið að hérna er ég með beint bakið. Svo ætla ég að tappa og reyna að hreyfa ekki meðvindars og labba svo tilbaka. Eins og ég segja, má labba leik í plankan ef ykkur finnst það þægilegra. Þið stjórnið alveg. Svo ætla ég að taka lóð. Maður tekur yfirleitt aðeins léttara í fram- og hliðarlyftunum, þannig að ef þið eru með aðeins léttari lóð þá notið þið þau, en annars ætlum við að gera hliðar og framlyftur. Þannig að við komum hér, hliðar og svo fram. Mægilega ef þið eru með mjög þung og finnst það þægilega, má gera 1 og 1. Þið finnir bara út hvað hentar ykkur. Svo ætlum við að gera górilluróðurinn. Hérna verður gott að hafa ketilbjöllur með, þá hefur þið ketilbjölluna hér, svo tósum við upp í róður. Skiptum hendi, setja hann niður, tósum upp í róður, má líka alveg nota lóð, ég ætla að gera það í dag. Og svo ætlum við að enda á suitcase crunch, sem er þá hér. Ég ætla að koma allarleið niður með hæla og hérna haus og höfuð og allt saman. Svo ætla ég að koma upp og reyna að gera með annað lítið kúlu eða bolta eða ferðartösku. Ok, frábært. Þá ætla ég bara að setja tónlistin í gang og byrjum tímann. Og gerum okkur tilbúnar til að byrja á þröster. Og munið, ef þið viljið gera án lóða, þá getið þið bara gert þröster án lóða. Það er allt í góðu. Ready? Byrjum eftir 3, 2, 1. Go! Munið að við erum alltaf að passa hvernig við komum niður í hnébeygina og halda þessari tengingu við jörðina eða dýnuna. Ýta hnjánum út. Fara eins djúpt og við getum. 10 sekundur eftir. Vamos á! 3, 2, 1. Setjum lóðin niður. 10 mínútur og þá ætlum við að gera X-crunch. Opna bringuna og byrja.
Koma svo, halda góðan hraðan. Fáum hérna góðan twist, af því að við erum að reyna að vinna með hliðar kviðvöðuna. Við eigum eftir 15 sek. Við höldum bara áfram. Klárum tíman. 5, 3, 2, 1. Það var að kardió, planki í 90 gráðurnar. Byrjum eftir 5 sek. Ég ætla að byrja í 90. 3, 2, 1. Hendur niður, labba eða hoppa. Tilbaka. Og opna upp með beint bak. Þið stjórnið hraðanum ykkar í dag. Því hraðar, því meiri keyrsla, því meiri kaloríur, því meiri sviti. Koma svo. En aldrei á kostnað stöðunar okkar. 10 sekundur. 9. Koma svo, klárum tíman. 5, 4, 3, 2, 1. Hvíla. Svo ætlum við að lappa í björninn og tappa. Gerum okkur tilbúnar. Opna hér. 5, 4, 3, 2, 1, go. Gæst. Og hérna vinnum svolítið hratt, koma svo. Það skora á okkur hér að keyra. Vel gert. Við erum komin í 25 eða 30 eiginlega. Vinnum 15 sek eftir, 10 sekundur eftir. Koma svo. Keyra, 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 keyra. Og hvíla. Förum við aðeins í styrkinn núna. Hliðar og framlyftur. Byrjum eftir 5 sek. Opna. Spenna magan. Smá beygju í fætur. Og go. Annarkvort gerum við eina, eða þið gerir saman. Passið ykkur halda smá beygju. Í olnbónu þurfum að lyfta upp. Við erum rauninu bara að verja axlirna með því. Svo má dansa með tónlistinni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Og hvíla eftir 3, 2, 1. Vel gert. Svo ætlum við að taka gorilla row. Opna. Og munið. Svo maður fara hér niður. Og róa upp. Við erum ennþá að halda stöðunni hér. Við erum bara að passa bakið sér beint, setja rassinn eins niður. Svo róa ég hérna upp. Byrja. Þið finnir kannski að við viljum helst hafa þyngri hér, en ef þið eigið þyngri gerið það. Ef ekki, engar áhyggjur. Passa bara að setja rosalega mikið fókus á bakvöðuna. Hvaða vöðva við erum að vinna. Svo viljum við helst, olnboginn er nálægt líkamannum. Og ég er að passa að sé ekki bara tvíhöfðin. Ok, aukum hraðan seinustu 10 sekundurnar. Spennum magan allan tíman. Og hvíla. Þá er það gorilla. Nei, suitcase crunch. Seinasta
mínútur, 3, 2, 1, go, hægt og rólega og halda uppi, anda inn á leiðinni niður, út á leiðinu. Gert, við erum hálfnaðar. Frábært. 10 sekúndur. Og 2, 1, hvíla. Vel gert. Þá erum við búin að fara 1 hring. Þið fáið ykkur vatn, hristum okkur aðeins til, svo byrjið þið aftur. 1 hring í viðbót. Geggjað. Takk fyrir.